Góðan daginn, gott fólk. Að venju þá ætla ég að hefja stundina með þessum fallega bjölluhljómi. Er þetta ekki dásamlegt? Smá meiri, ég fæ aldrei nóg. Ok, í dag að þá langar mig að fjalla svolítið, hvað ég var að segja, svolítið mein í samskiptum. Þegar að okkur finnst að einhver annar er að skilja okkur og hlusta á okkur og það er ekki að gerast. Við erum ekki að fá þann skilning og þá hlustun og hvað þá samkennd sem við sækjumst eftir. Þetta er dálítið algengt í samskiptum vegna þess að okkur er ekki kennt samskipti, hvorki við að tala við okkur innan sjálf, við okkur sjálf, eða að hlusta á aðra. Við bíðum oft í ofvæni eftir að komast að þegar aðrir eru að tala. Bara getur fara að hætta að tala svo ég geti sagt þér hvað mér finnst, af því ég hef gott ráð. Oft er þetta einhvern veginn svoleiðis og það er líka alveg gott að vilja hjálpa öðrum. En það virkar eftir ekki jafnvel eins og að hlusta. En málið er að þegar aðrir eru að treysta okkur fyrir einhver og tala og þurfa hlustun, að þá er manneskjan að leita eftir bara athygli. Taktu eftir mér. Þykir þið vænt um mig. Skipti einhverju máli. Virðingu og athygli. Það er rosalega mikilvægt fyrir flesta að finna virðingu. Ég vil bara meina fyrir alla að finna virðingu annarra. Það er alveg grundvallar þörf af því að bara við höldumst á lífi með að aðrir virði líf okkar. Ef ekki virði líf okkar, hvar er þá? Þá er bara í hættu stödd. Þannig að við leitum eftir þessu. En þegar við sjálf erum ekki búin að vinna í okkar tilfinningum og okkar ótta, þá eigum við erfitt með að sýna tilfinningum annarra virðingu og athygli og hlustun. Af því að það er svo erfitt að feysa annarra manna tilfinningar, ég vil segja kannski skuggatilfinningar, sárartilfinningar, reynslu þeirra. Þegar við erum búin að moka vel yfir okkar eigin, þá erum við bara ekki fær það. Við höfum hreinlega ekki getuna. Þannig ef að þú lendir í samskiptum við aðila sem þið finnst ekki vera að hlusta af fullri athygli og sýna þér tilhlýðilega virðingu og áhuga, pældu þá bara í þessu. Kannski er manneskjan bara ekki hæf, hún hefur ekki getu til að hlusta með athygli og samkennd vegna þess að hún hefur verið að flýja sínar eigin tilfinningar. Þú getur ekki skilið einhvern annan nema þú skiljir sjálfa þig. Þú getur ekki elskað annan nema þú elskir sjálfa þig. Þetta er bara svona einfalt. Við höldum oft að við elskum annað fólk, en við gerum það ekki í alvörunni. Við elskum það bara ef við trúum því að það elski okkur. Af því að okkur hungrar í ást og kærleika. Megar þetta sens? Já, pældi í þessu. Þannig að mörg okkar höfum ekki getu til að gefa alla athygli okkar og hlusta af því að við höfum flúið sjálf okkur, við höfum flúið okkar eigin tilfinningar. Af því okkur var bara kennt það. Það er ekki að tala mikið tilfinningar í barnauppeldi. Það var allavega ekki í mínu uppeldi eða mínu leikskóla sem ég ólst upp. Nei. Þannig að við verðum við mokum oft yfir okkar eigin þarfir, sársaukann. Og það er bara eiginlega komið tíma það núna á okkar tímum að við förum að moka upp úr þessum gröfum. Bara moka upp og heila þetta. Kasta ljósa á þetta, skoða okkur sjálf, fá hjálp við það. Það er mjög erfitt að gera það einn. Við förum að fá hjálp, hlustanda. Og það er oft gott að fá kannski líka hlustanda sem er ekki tilfinningarlega tengdur manni. Þá er ég að tala við meðferðaraðila eða einhvern sem er ekki inn á gafli hjá manni kannski alla daga og hefur mjög mikla skoðanir á öllu. Þannig að gerum okkur þann greiða að kynna okkar eigin innri parta og finna hvað þeir þurfa og hvað þeir vilja. Sinnum þeirra þörfum, okkar þörfum, þá getum við sinnt öðrum og elskað aðra skilyrðislaust. Og við erum ekki óttaslegin við það.
Ég er nýlega búin að vera út í Perú og þá sá ég þetta flotta hérna. Ekki magnað. Og vitið af hverju ég keypti það? Það eru tvær ástæður fyrir því. Í fyrsta lagi þá kostaði það lítið. Í öðru lagi þá er á þessu svona ákveðin tákn sem að ég hef verið mjög óttaslegin fyrir og með fóbíu fyrir. Og ég er að æfa mig í því að feysa ótta minn. Hafa kjark til að fara alltaf inn á við og skoða sjálfa mig og frelsa sjálfa mig. Af því ég er frelsaninn minn. Ég meina, Jesús sagði það. Við höfum öll sama mátt og hann. Er það ekki? Þannig að þú ert þinn heilari, þú ert þinn frelsaði. Það er svo frábært. Já, það gefur þér powerið, máttinn og dýrðina. Og við skulum ljúka þessu aftur með þessum fallega bjölluhljómi og ég vona bara að þér takist vel að brosa með hjartanu til allra sem þú mætir.